Ágætu vinir, við erum saman komin til þess að spjalla aðeins saman og nú er það vitnisburðurinn og mikilvægi vitnisburðarins. Það engin kristinn maður velkist í vafa mikilvægi vitnisburðarins og það eru svo sem staðir fyrir honum í Biblíunni. Við skulum bara byrja á því að lesa hérna orð sem er í 11. kafla Mattheus og Guðspjalls. Þá Jesús hafði mælt svo fyrir, við lærisveinum sína 12 og hélt hann þaðan að kenna og predika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krist, þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Það er eðlilegt að spyrja í Kristi. Jesús svaraði þeim: Farið og kunngerið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðarerindið og sællir sá sem hneykslast ekki á mér. Þetta er kjarni málsins í vitnisburðinum. Með öðrum orðum, vitnisburðurinn fjallar að stærstum hluta til það að þú sem sagt bara segir frá því sem Kristur er að gera fyrir þig og bætir engu við og drægir ekkert frá. Það er nákvæmlega þetta sem voru skilaboðin sem lærisveinarnir sem Jóhannes sendi til Krist voru. Bara Jóhannes, við höfum bara að segja frá því sem við heyrum og upplifum sjálf og svo framvegis og framvegis. Því að það er hið sanna og rétta og líka annaði vitnisburðin sem gerir hann mikilvægan og mikilvægar en kannski margir gera sig grein fyrir því. Það er ekkert mál að tala og segja frá ýmsu. En hver er mín reynsla af Jesú Kristi og hvers vegna er ég yfir höfuð að segja öðrum mönnum frá Jesú? Ég hlýt því að þurfa að koma fram með einhvað til mann og kvenna sem að ég segi frá einhverju persónulegu í mínu lífi. Og að því að ég er að segja frá einhverju persónulegu, einhverju sem hefur breytt mínu lífi og bætt mitt líf, þá verður það fyrir einhvern, og það er engin spurning það, að Drotti veit alveg hvað hann er að tala að það verður fyrir einhvern áhugasamt. Ég get sagt frá því þegar ég var að störgla í brennivíninu á sínum tíma, og ég svo smátt vitnaði það. Ég man alltaf eftir því þegar ég var búinn að fá upp í hálsa og svo það fyrir löngu í raun og veru áður en ég hætti, að einn daginn eftir eitt fyllirí þá vaknaði ég upp og ég sagði við sjálfa mig og meinti það öllu hjarta: nú hætti ég þessu, nú komið nóg. Og þá birtist hönd út úr myrkrinu eins og ég lýsi því, og það var þannig, ósýnileg hönd, ég sá hana svona í anda mínum, sem snart hjarta mitt og tók einhvað héðan. Og ég sá að það fjarlæðist og ég vissi á þeirri stundu að ég myndi aldrei aftur neyta áfengis, og þetta var 79, í dag er 2014, þið sjá að þetta er orðin allmörg ár. Ég þekkti ekki þetta afl sem þetta gerði, en ég man eftir því að þegar ég fór af stað eftir þetta og reis upp og vissi framtíði mín og hún var allavega áfengislaus, þakkaði ég þessu afli allar götur og hverjum degi og mörgum sem á dag fyrir og stend mig enn að því að þakka fyrir þennan atburð, en núna veit ég hver gerði það. Ég vissi ekki og þekkti ekki þann sem gerði þetta kraftaverk þá, því ég þekkti ekki Jesú og þekkti ekki Guð, en svo þegar ég endurfæddist 1989, þá renndi ég huga mínum til atburðarins sem ég var hér að vitni í, og síðan ég þakka Jesú fyrir þetta verk, því að það var Jesús sem kom til skjalana, þó ég þekkti hann ekki, og það er til orð fyrir þessu í orði Guðs sem segir: Ég hertíjaði þig þó þú þekktir mig ekki. Því að hvað var Guð annað en að hertíja mig fyrir framtíðina og til þess tíma sem koma skildi, hann vissi það, hvað hlutverk hann hafði handa mér, þó ég vissi það ekki. Þetta var hann að taka mig bara frá og svo var hann að hertíja mig. 10 árum seinna gengi Kristi á hönd, og hér er ég í dag að vitna mikilvæga Drottins í mínu lífi
vegna þess að ég vil að þú heyrir það og ég vil að þú lítir á þetta sem kost fyrir þig. Því þessi vitnisburður minn er sannur, svona gerðist þetta, svona var þetta. Því að það er ekki nóg fyrir mig að bara segja frá og lesa upp úr orðinu og tala drottin. Ég þarf að segja eitthvað meira. Ég þarf að segja eitthvað frá mér sjálfum það sem drottin hefur gert fyrir mig, og það gerir þetta svo spennandi. Og við sjáum að þegar Jóhannes var að senda til Jesú, þá var búið að handtaka Jóhannes og hann var síðan hálshöggvinn og ekki sá fyrsti og ekki sá síðasti kristni maður sem að þannig endar líf sitt. Kristur segir honum að segja nákvæmlega þetta sem ég er að tala Hann talaði um lækningu. Hvað var það annað lækning sem ég fekk þegar áfengislöngunin hvarf? Það var lækning. Og alls konar kraftaverk hafa fylgt með síðan. Þessu ber mér að segja frá. Og svo 10 árum seinna, þá frelsast ég og hef gengið gönguna með drottni, fengið fullt af upplifunum og opinberunum og á því vitnisburði til, sem að ég er að segja hérna einn, hef sagt hann svo sem oft áður, en góð vísa er aldrei of oft kveðin. En þetta er svona grunnurinn að vitnisburðinum, að við látum aðra vita hann, því að það gerir það sem koma skal, orð Guðs, ennþá áhugaverðara fyrir hann og hana sem ekki þekkir Jesú. Og það er líka staðreynd að það þekki ekki allir Jesú. Og þess vegna þurfum við að tala orðið þetta, þekkja sjálf orðið og vita tilgangin með því hvers vegna okkur bera til að mynda að segja vitnisburðin okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það er bara orð fyrir þessu. Og við vitum það sjálf að vitnisburður og einhver reynsla manna, að hún talar bara sínu máli. Þess vegna er þetta svo mikilvægt að hvort sem það er ég eða þú sem kristinn maður talir það við aðra, þar sem að þú hefur sjálfur og sjálf fengið upplifun og læknast af og það breytti lífið þínu. Kristur, hann reif okkur út úr syndinni til að breyta lífinu okkar. Og við eigum okkar vitnisburð sem enginn veit nema því að við erum að segja frá honum. En erum við að segja frá honum? Sumir eru uppteknari við það en aðrir, en það er ekki verið að leggja neitt rosalega mikla áherslu á þetta í söfnuðum yfirleitt, þennan vitnisburð. En hann er rosalega mikilvægur. Hann er mjög mikið afl inn í hópinn sem við ætlum að boða. Það er gott að segja frá Jesú, við gerum það auðvitað, við boðum fagnaðarerindið, en við segjum líka hvers vegna við erum að þessu. Þá beinum við spjótunum að því sem drottinn hefur gert þegar í líf okkar. Og það er ýmislegt þegar við förum að kafa ofan í þau mál. Og það var ekki lítið fyrir mig að losna undan áfengisbölun á sínu tíma, því að ef ég hefði ekki losnað á sínu tíma þá væri ég ekkert hér. Ég væri komin undir græna torfu fyrir margt löngu og þetta vissi ég. Bara var handviss það að þannig myndi ég enda ævina, og ég er núna orðin 60. Ég hefði kannski ekki náð 30 aldri, ég var held ég 26 ára gamall þegar ég losnaði undan þessu og hafði verið að sullast í þessu þó ekki nema 8 ár. Ég byrjaði, ég er ekki yngri en margir aðrir, en ég held ég að verið 16 ára þegar ég byrjaði. Þannig að ég er þakklátur fyrir það að hafa losnað þó þetta ungur, en það er engin spurning það, hefði drottin ekki komið með hönd sína þarna út á þessum tíma, þá væri ég ekki til að tala við ykkur. Það er alveg ljóst. Þannig að ég get þakkað fyrir margt, og eftir að ég frelsaðist og komst til trúar og vissi þá hver hafði gert þetta verk, þá skal enginn maður undra það að þessi maður sem þú ert hér að horfa á og hlusta á sé svona upptekinn eins og raun ber vitni að því að segja frá Jesú. Og ég segi það hiklaust, það er mín reynsla og það er reynsla margra milljóna manna út allan heim með mér, að Jesú er það sem við þurfum á að halda. Höfum við Jesú, þá þurfum við raunverulega ekkert meira. En það er gangan sem við þurfum að ganga, og allt sem við lendum í á þessari göngu sem getur gerst ýmislegt á. En þetta ekkert af þessu sem gerist á göngun breytir Jesú neitt. Hann tók frá mig vínlöngunina
og hefur gert það við fjölda manna og kvenna í gegnum alla söguna. Því ég er ekki fyrsti maður sem að býð ósigur fyrir áfengin, og það vita allir sem fást við þessa hluti að það er strembið mál að losna við það. En sumir eru heppnari en aðrir, og má alveg segja það að ég sé einn af þessum heppnu sem þannig sé bara þetta hreinsaðið frá, og ég vissi og fekk bara staðfestingu á þessu andartaki augnabliki að þessi kafli í mínu lífi væri búinn. Þetta er svona Kristur, þetta getur hann gert, og skilir til þess að þetta gerist er að við segjum frá, og þess vegna þurfum við að boða fagnaðarerindið og bera fram vitnisburðin okkar meðfram fagnaðarerindum. Þá erum við að gera rosalega mikið gagn, þannig séð, því að vitnisburðurinn sem segir frá því hvað gerðist í mínu lífi, hann bara hefur sín áhrif eins og við verðum hér að tala um. Þess vegna má hann raunverulega aldrei þagna, hann verður alltaf óm og hljóma, og hann getur óm og hljóma vegna þess að við erum bara trúaðar manneskjur og viljum að Kristur sé opinber í landinu okkar á Íslandi, og það er mitt hlutverk að sjá til þess að svo sé. Þess vegna er ég óþreytandi við að boða fagnaðarerindi og segja minn vitnisburð svona inn á milli. Og hér eru nokkri vitnisburðir sem þú getur séð, og ég hveti til að horfa á þá, og þeir eru bara sannir. Þetta er það sem Kristur hefur gert fyrir mig, og auðvitað fullt af öðrum þáttum sem ekki eru nefndir þarna, en maður er raunverulega að upplefa með einum öðrum hætti á hverjum einasta nýja degi sem hann leyfir manni að vakna inn í. Af því að Jesú er upprisinn, hann er lifandi, hann situr við hægri hönd Föðurins og er að vinna þau verk sem hann talar um í Biblíunni. Og hann sagði við strákana, segiði bara Jóhannesi frá því sem þið sjáuð og heyrið, og það er akkurat það sem vitnisburður fjallar um, og við erum að tala um það sem við upplifum sjálf í Kristi. Það er sannleikurinn sjálfur, og því þetta deilir ekki nokkur maður. Þess vegna er hvatningin í dag svo, og ég trúi því að Drottinn sé að tala, að segjum vitnisburðin okkar, segjum bara frá því eins og Drottinn sagði við strákana, frá því sem við sjáum og heyrum og upplifum á eigin skinni. Það er hinn sanni alvöru vitnisburður, og við höfum öll þó nokkra og sumir alveg hellinga vitnisburður sem þeir gætu dælt út, bara hvetja þá til þess, vera ófeimnir við það, því það hvetur, og það mennur verða þakkláttir fyrir að heyra vitnisburðin, og það er einn vitnisburðurinn sem við getum sagt, það er þakklætið sé það greift í hjarta okkar. Það er mikil lækning fyrir líkamann og sálin og andan þegar við verðum merkt þakklætum. Það er lækning. Við höfum að segja frá lækningun okkar í Jesú nafni. En Konráður Rúnar Friðriksson kveður og trúir því að þetta hafi svona hreiftið vitnisburðar andanum þínum, og þú bara takir og segir að minnsta kosti einn, því það mun blessa fjölda manns í kringu því í Jesú nafni. Amen.